Hæ, ég heiti Líney og ég heiti Ísfold og við ætlum að kenna ykkur blak. Let's go! Ég heiti Kristján. Einn einfaldur hluti sem þú þarft að kunna í blaki er fingurslag. Þegar við erum með fingurslag erum við að reyna að hugsa að við erum að búa til tíull á milli hendunar. Við erum með fyrir ofan hausinn og horfa í gegnum tíull. Það ætlum að móttaka boltann hérna og slá hann alveg fram. Mjög mikilvægt að hafa í huga að við ætlum að rétta út úr hendunum og nota löppinum líka. Fyrsta æfingin sem við getum farið til að æfa þetta er með því að bara halda boltanum hérna og þá bara kasta honum upp og grípa aftur. Munum að horfa í gegnum. Næsta sem við getum gert er að kasta boltanum upp á okkur og slá upp. Næsta æfing er að við finnum okkur félaga, gerum fingurslag á milli, hinn grípur og gerir svo aftur. Fingurslag. Næsta æfingin er að finna félaga og vera saman. Það ætlum við bara að senda á milli. Næsta æfing er svo að gera fingurslag yfir netið. Ef maður er ekki með félaga þá er líka hægt að nota vegg til þess að framkvæma æfingarnar. Fyrst er hægt að gera æfinguna í vegginn og grípa á milli og svo er hægt að gera æfinguna viðstöðulaust. Ok, næst ætlum við að fara í fleyg. Og í fleyg þurfum við að hafa marga hluti í huga þegar kemur að snertingunni sjálf. Fyrst að hugsa við ætlum að vera langt niðri, bóinin hér tilbúin á tánum. Síðan er það að gera svona og við viljum að boltinn lendi á þessu hérna svæði. Við viljum ekki lenda hérna á, við viljum ekki lenda hér, þannig að lenda hérna á. Og síðan er það axlirnar sem að hjálpa þér að setja hann í þá átt sem hann á að fara. Og við höfum að nota allan líkamann, ekki bara sveifla höndum út allt. Þetta er... Eins og það sést hérna á vídeóinu, þá myndast krafturinn út úr lærunum og krafturinn kemur ekki bara út úr hendunum. Næst ætlum við að finna okkur félaga og hafa stutt á milli þar sem hann ætlar að kasta á mig og ég ætlar að senda á hann tilbaka. Næsta skref er að hann ætlar að kasta boltann í jörðina og ég ætla svo að senda hann til hans. Næsta æfing er svo að gera baggerinn yfir netið svo að við fáum boltana háa og góða. Sama má segja bagger en hægt er að stunda æfingarnar upp í vegg. Í undirhanda uppgjöf er mikilvægt að hafa gagnstandan fót fyrir framann og slá boltanum fast yfir netið. Til að æfa sig á þessu er hægt að standa aðeins nær netinu og færa sig fyrir aftan með sama uppgjöfuna.
Sama gildir í yfirhanda uppgjöfinni að við erum með gagnstæðan fót fyrir framan. Svo viljum við kasta boltanum beint fyrir framan okkur, ekki til hægri, ekki til vinstri. Svo viljum við hitta miðjan boltan með stífa hendi. Hér sést vel hvernig á að kasta boltanum upp og hitta boltan. Eins má gera með yfirhanda uppgjöf er að byrja framalega á vellinum og færa sig svo aftar. Fyrir lengra komna hægt að bæta við hoppi. Þegar við erum að taka á móti boltinu, móttöku sem sé, þá mjög mikilvægt að við erum tilbúin til að taka á móti boltinu. Eins og sjá núna, þá íþrótt alls ekki tilbúin til að taka á móti boltinu. Það sem íþrótt þarf að gera er að fara aðeins niður til nján, smá bila og mæta fætinu, og halla sig smá fram, hendurna niður og vera svona smá léttir á taggnum til að vera tilbúin til að taka á móti boltanum. Eins og sjá núna. Núna íþrótt tilbúin. Ok, við ætlum að tala um móttöku núna og þegar við erum í móttöku þá viljum við hafa 3 aðal móttakara og þau eru þessi hérna 3 sem standa hér og svo eru þessi hérna að taka stuttubolta og svo er einstaklega upp í neti. Sniðugt er að byrja hreyfinguna á að æfa sig án bolta og einblína á að opna öxlina. Til þess að fá tilfinninguna fyrir slaginu er hægt að byrja á því að slá í gólfið. Svo er hægt að hafa vegg á móti sér og reyna að slá ofan á boltan og niður í gólfið. Hérna sjáum við hvernig á að hitta ofan á boltan. Hér er æfing þar sem þið eru með félag á móti ykkur og viljið slá boltanum í gólfið að félaganum. Við ætlum að tala um atvinnu núna. Þegar mann fyrir um atvinnu, þá viljum við alltaf byrja með hægri fótinn fyrir framann. Taka 1 hægt skref og svo Hér sjáum við atrennuna framkvæmda í heild sinni og er mikilvægt að við endum alltaf með vinstri fótinn fremst. Það er mikilvægt að hitta boltan í hæsta punkti og hafa lausan úlnlið til að slá hann beint niður í gólf. Fyrir byrjendur er hægt að æfa atrennuna án bolta. Næst er hægt að æfa hana án þess að þurfa að tímasetja flugið á boltanum þar sem boltinn er bara kjurr fyrir ofan netið. Svo er hægt að bæta við uppspili og endurtekning er mikilvæg. Í hávörn er mikilvægt að spenna í korið þegar maður stekkur upp og setja hendunar yfir netstrenginn án þess að snerta við netið. Til þess að stilla blokkina er mikilvægt að kunna þessi skref. Hérna er skemmtileg æfing til þess að æfa skrefin og að muna að spenna korið. Þegar þú ert lengra frá boltanum er gott að kunna þessi skref. Til að fá tilfinningu fyrir hávörn að hægt að standa á kassa og setja hendunar yfir. Krakkar, þeir geta ekkert endilega spila blag bara án þess að hann fari í jörðina og eitthvað. Þú veist hvernig við að spila blag með krökkum? Þeir bara eiga ekkert að spila blag. Þeir bara kunna það ekki. Jú, við getum alveg gert, við getum bara breytt því. Við getum bara byrjað því að kasta og grípa. Það er einu sem þau þurfa að geta gert. Já. Þá getur þetta alltaf að vera smá skemmtilegt og smá hreyfing og svo svona með aldrinum þá verða þið Bara svona meiri lík blag. Já, og svo bætum við kannski inn tunguslæði og fleig og... Já. Svo hægt og rólega verður leikurinn skemmtilegri og kannski getum við byrjað að gera baggar eins og grípu næsti og svo má kasta honum yfir. Já. Alls konar svona. Þá fáum þau náttúrulega líka svona skilur á hvernig á að standa bara þegar boltinn kemur yfir og hvernig á að standa á völlin. Já. Þannig virka krakkablag. Já, það er náttúrulega líka einhver 6 stíg sem er hægt að fara. Já. 0 upp í 6 eða 0 upp í 5. 0 upp í 5. Já. Þeir sjáu stíginn hérna.
ég heiti Kristján. Varstu byrjaðir? Já. Í blaki að búa til... Meira! Já. Ég veit það ekki. Ég veit það ekki, það er ekki haks. Þú að byrja? Ég móta ekki. Jú. Fyrsta æfingin til sem við getum æft með.